Ég hef komin út á Keflavíkurflugvöll og er að fara að skella mig til Cardiff og taka einlægt viðtal við Aron Ragnar Gunnarsson. Kíkið með. Sæll Aron. Hérna. Hvernig er að vera komin í hans kórastölu? Það er bara mjög gaman. Ég náttúrulega stefndi þessu síðan ég var krakki og eftir að veri 5 ára í Englandi í Champions-deildinni er náttúrulega gífurlegt afrek að komast upp í Eurodeildina og náttúrulega bara stoltur af því. Já, og hvernig ert þú að fara að undirbúa það fyrir úrvalsdeildina núna? Bara, þú veist, mæta undirbúningstímabili og bara vinna vel í mínu formi og en eins og þá náttúrulega má ég ekkert vera að hreyfa mig mikið en ég var með þá hugsun að koma sterkur inn í undirbúningstímabilið en svo gerist þetta en það er bara hluti af þessu og ég kem sterkur inn í tímabilið einhvern veginn. Og ætlar að vera sem fallað út allt árið eða? Já, ég er að mjölka þetta aðeins. Ég þarf að vera með fallan í 3 vikur eftir að fara úr lið þannig að ég fer bara eftir ráðan læknisins. Já, en hvernig er að vera í Cardiff og búa í Wales? Það er fínt. Það er svona öðruvísi heldur en ég náttúrulega bjó í Coventry og það er meira svona miðlendis borg á Englandi en þetta er svona, maður er nær sjónum og maður fílar sig svona eins og maður sé heima og það er svona jákvæða við það en það er mjög gott að búa þarna og mjög rólegt umhverfi sem ég bý í. Ég bý í bæ rétt fyrir utan Cardiff sem er rólegt og fínt. Ég held ég að þurft þess eitthvað smá. Já, en hver er skemmtilegastur í Cardiff? Skemmtilegastur, það eru 2 held ég. Það eru Fraser Campbell sem er í Manchester á sínum tíma á Sunderland og svo er einn Skoti sem er mjög fyndinn, Kevin McNaughton, hann er silfurreyfirinn, hann er mjög fyndinn sko. Hann er gráhærður, hann var gráhærður 22 ára og það er mjög gaman á honum, hann heldur uppi stemmaranum í búningsherberginu. Já, en hver er bestur? Það er spurning. Fyrirliðinn okkar var frábær á síðasta tímabili, Mark Hudson. Markmaðurinn var valinn leikmaður ársins á stuðningsmönnunum og hann átti það alveg skilið. Hann spilaði alla leikina og hélt flestum leikjum hreinum í deildinni af mörkmönnum. En svo er náttúrulega Craig Bellamy sem var að gera vel en ég held að þetta sé á milli fyrirliðans og markmann. En efnilegastur? Það er strákarinn sem er sprækur sem heitir Joe Mason. Hann er flinkur og góður leikmaður. Ég held að hann eftir að koma sterkur inn. Hann skoraði markið á móti Liverpool í bikarnum í fyrra og eftir það voru mörg stórliða eftir honum þannig að hann er held í 22 ára, 21 árs eitthvað hann er. Hann er mjög efnilegur og góður leikmaður. Já, en heldur þið þurfa að styrkja ykkur eitthvað fyrir úrvalsdeildinni í vetur? Já, við getum ekki farið í mótið í þessum hóp. Við vitum það allir og það verður styrkt sig eitthvað og það er búið að gefa það út að fá eitthvað penning til þess að styrkja hópinn en bara kemur ljós hvað leikmann fær. Hvar finnst þér að þurfa helst að styrkja? Varnarlega, það er ekki margir leikmenn sem við erum með varnarmenn. Við erum með bara 4 sterka varnarmenn sem að spila nánast alla leiki og þannig að við þurfum að styrkja okkur þar. Svo held ég að við þurfum einhvern allavega 15 plus striker, 15 mörg plus striker, þannig að ég held að það skiptir svolítið miklu máli líka. Ég sér það að ég og markaðastur á tímabilinu koma því inn með 8 mörg. Þannig að lið sem að fer upp og klára deildina og markaðastur leikmaður í deildinni með 8 mörg. Það er svona að segja sig sjálft að við þurfum að styrkja okkur framálega. Hver er svona þinn drauma leikmaður til að fá inn í liðið núna? Bara að þú mættir velja hvað sem er. Ég veit það ekki. Ég voða lítið alltaf að pæla í hvaða leikmaður við munum að fá og hverja við erum orðaði við á sumrin. Ég stimpla mér svolítið út úr þessu. Þannig að ég bara veit það ekki. Það er svona að minna alvarlegum hlutum. Hver er uppáhaldsmaturinn?
Hamborgarhryggur, lambalæri kannski líka. Það er svona sem ég sakna hérna. Já, en hvað þætti horfar á í sjónvarpinu? Já, ég horfi mjög mikið á The Office, það er skemmtilegir. Svo ég er alæta á allt, ég stundum horfi á Glee, ég stundum horfi á Biggest Loser, ég vafara þarna á milli bara, ég horfi á allt, nánast. Já, en áttu þína uppáhaldsbíómynd? Já, það er Gladiator, ég, grimmur aðdáandi hennar. Mjög góð mynd, en hvað hlustar á fyrir leik? Það er ýmislegt, ég hlusta íslenskt rap, hlusta Mumford & Sons, það er ýmislegt sem ég hlusta á. Hver var þín fyrirmynd á yngri árum? Ég veit það ekki, ég náttúrulega leita mjög mikið upp til Palla Gísla þegar ég var yngri. Ég var náttúrulega í bæði handbolta og fótbolta og ég var náttúrulega í báðu, þannig að ég leit mikið upp til hans. Annars, kannski enska boltan, þá hef ég mjög gaman að makka Leile. Þegar ég var yngri. Það var svona leikmaður sem mér langaði að líkast. En hver er þinn hver er þinn besti leikmaður á Íslandi í dag? Sem að spila á Íslandi? Já. Ég veit það ekki. Þessi er erfið. Hver var valinn í fyrra? Var ekki Atli Guðna? Já. Ég mér ekki bara fara eftir því. Annars veit ég ekki. En ertu með svona, veistu eitthvað efnilegan hérna? Á Íslandi? Já. Þetta er ennþá erfiðari spurning. Nei, ég bara veit það ekki. Nei. En hvor er betri, Ronaldo eða Messi? Messi er náttúrulega betri, en ég sem fyrirliði íslenska landsliðs þá þurfti ég að velja leikmann ársins. Og ég valdi Ronaldo. Ég ætla mannstur aðdáandi, þannig að hann fekk atkvæði mitt, en Messi er náttúrulega stórkostlegur leikmaður, það segir sig bara sjálft. Hvað ertu með djúpa vasa og hvaða veski er þungt? Það er dýpt í þessum vössum, ég viðurkenni það. Nei, ég bara hef það gott, það var mjög gott. Ég búinn að vinna lengi fyrir þessu og fæ náttúrulega vel borgað fyrir að spila fótbolta, þannig að ég er ekki mikið að pæla í því og ekkert að sýna það. En veistu hvað hann nærði píptest? Ég veit það ekki, það er svo langt síðan maður fór í þetta. Ég held eins og bróðir mér sagði að fór held ég síðast í þetta í 10. bekk held ég. Þannig að maður er svona, þetta eru öðruvísi hlaupatest sem maður er í núna. En kannski eitthvað 14-15, allavega þá. Ég myndi sprengja maður inn nú. En ert þú bestur í landsliðinu? Já, það segir sig sjálf. Það sjálfsögðu. Nei, Gylfi er náttúrulega frábær leikmaður og hún sýna það að sanna í úrvalsdeildinni, hann er góð leikmaður, þannig að hann er svona, besti leikmaður núna í landsliðinu. Og hérna loka, geturðu lýst pabba þínum í einu orði? Já, vel eitthvað gott orð, hlandhaus. Það er mjög gott orð. Herri, takk fyrir þetta, Aron. Já, takk. Hvernig fer Þór Breiðablik í Pepsi-deild kvenna á morgun? Herru, hann fer 2-0 fyrir Þór. Af hverju heldur það? Þær eru bara einfallega betri. Er Breiðablik samt ekki ofar í deildinni? Jó, að vísu sko, en það er eiginlega bara grís. Hvernig fer Þór Breiðablik í Pepsi-deild kvenna á morgun? 4-2 fyrir Þór. Hvernig fer Þór Breiðablik í Pepsi-deild kvenna á morgun? I don't speak Icelandic. Já, ok. Hvernig bíl er þetta? Bus. Takk. Hvernig fer Þór Breiðablik í Pepsi-deild kvenna á morgun? Ég er 0 fyrir